Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn. Sumir gætu haldið að ég væri Oddur Bjarni í kjól, en það er ekki þannig. Ég heiti María Björk og ég ætla að stýra þættinum í dag. Þau eru hingað komin til mín Silja Björk og Sindri Geir. Við ætlum aðeins að fara yfir fréttu vikunnar. Hvað var helst í fréttum bara hjá ykkur ef við byrjum að þér? Hvað var helst í fréttum hjá mér? Já. Ég get nú kannski sagt frá því að kaffihúsið, Bar kaffihús er að fara að loka. Það eru sorgarfréttir. Já, það eru sorgarfréttir en við tökum því bara með æðruleysi. Núna fer þetta í útboð, þannig að ef það er einhverjir áhugasamir veitingamenn í bænum sem vilja sækja þá er að gera að sækja og taka yfir reksturinn. Þetta er náttúrulega æðislegt húsnæði og frábært fólk til að starfa með. Og já, þannig að þetta er inn í Hofi, sko. Já, inn í Hofi, sko, já. Og ég bara bendi mér því það. Sem að Hofi er, sko. Þannig að það er svona það helsta að frétta á mínu lífi. Ég er að fara að sigla á önnu við, gera eitthvað annað. Ætlar að fara frá Akureyri? Nei, við verðum ennþá hér, en hvað ég fer að gera, það verður svona kemur í ljós. Ljós. Þú kemur í annan þátt að segja mér það. Ég var rosalega skúffaður þegar þú sagði mér þetta. Já, þetta er leiðilegt. Þetta er einhvern veginn bara flottasta staðsetning á kaffihúsi í bænum, sko. Þannig að öllum öðrum ólöstuðum, sko. Bara sitja hérna á góðum degi með pollinn og þetta er ruglað, sko. Dásamlegt. En þú, alltaf nóg að gera í preststörfum. Já, það er það. Sko þessi vika kannski hjá mér í vinnunni er mest lítið bara einhverjum eltingaleik við samkomutakmarkanir, finna út hvað maður má og má ekki. Við svona vorum að binda vonir við það að það yrði eitthvað skýrara núna hvað við mættum. Það er bara staðinn eins og búið að vera, það er allt lokað og við bara tökum þátt í því að passa okkur og hjálpa okkur að komast út fyrir þessu, sko. Þannig að þetta verða svona einhverju streymisdagar og það er ekkert rólegra, það er bara öðruvísi vinna, sko. Já, akkurat. Eigum við að prófa að sneiða fram hjá COVID? Að gera. Eða er það hægt? Er það alveg yfir og allt kring? Er ekki allir löngu búnir að fá leiðið að tala um þetta COVID í alvörunni? Jú, en það hefur samt svo óbúðslega áhrif. áhrif. Já, það gerir það, en hvað er hægt að segja, skilur? Það eru takmarkanir og við þurfum að spritta okkur og við þurfum að vera með grímur og við þurfum að gera okkar besta, skilur? Það er bara þannig. Sko. Já. Að þú varst að ræða Oddbjarna og vorum við fundi daginn og hann var að ræða, sko, ef við ætlum að fara að streyma helgistundum, við erum að hætta þessu tali æðruleysi, að hætta, við þurfum að þola þetta og bara bíða og það sé bjart framundan. Nú ætlum við að gera eitthvað gaman. Þannig að Oddur ætlar að vera með helgistund af sjó, hann ætlar á trillu, pröfa að ganga á vatni og eitthvað svona, þannig að það verður hérna... Hann kemst í heimsfréttir. Já, það verður eitthvað spennandi að gera, sko. Pröfa að ganga á vatni, ég veit bara eitt sem gerir það. Hann er alveg ógeð á þessu tali æðruleysi og býða þetta á okkur, nú þarf bara að vera gaman. Já, það er ekkert... Og maður finnur það líka bara, þú veist, við rekandi hérna sjónvarpsstöð að eftirspurn eftir afþreyingarefni hefur aukist alveg gífurlega mikið. Við sjáum bara áhorfið, en ég ætlaði nú ekki að vera aðalatriði hérna. Segir mér bara hvað annað svona kom upp í vikunni? Ég held að sé nú ekki hægt að sneiða fram hjá því að ræða þessa MeToo-bylgju sem er búin að vera í gangi síðan í fyrra vor eða fyrra sumar og þennan þátt hjá eiginkonur með Vítalíu og þessi leyfi og uppsagnir þessara manna. Þetta er náttúrulega bara gríðarlega stórt fyrir samfélagið, allt. Bara, ég er ekkert svo viss að þetta hefði gerst fyrir 5 árum, skilur, ef að þessar ásakanir hefðu komið upp þessa menn fyrir 5 árum síðan, þá væru þeir ennþá bara í sinni stöðu og hefðu það bara fínt, sko. Já, ef þeir byggja í öðru landi kannski. Og ef þeir byggja í öðru landi, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, nú er ég mikill feministi og mikið í þessari baráttu og auðvitað á maður að vera þakklátt fyrir hvert við erum komin og hvar við erum í dag, en það er náttúrulega mikið eftir líka. Þú veist, við erum alltaf bara rétt svo að skafa ofan af stærsta, þú veist. Við byrjum alltaf efst, við förum í sandinn og svo litlu steinana. Nú erum við komin í aðeins þyngri steina til þess að takast á við. Það er það, sko. Er það ekki? Og nú erum við líka farin að spyrja okkur, þú veist, hvað ætlum við að gera, skilur við? Við getum ekkert haldið þessu áfram, við getum ekkert haldið því áfram endalaust að þolendur þurfum að koma í hlaðvarpsþætti og segja frá sínu tráma og þjóðin verður öll traumatiseruð í 3-4 daga og svo fara einhverjir menn í leyfi. Þú veist, þetta gengur ekkert svona, við veitum það alveg. Þannig að við þurfum að fara að spyrja okkur hvað ætlum við að gera sem samfélag til þess að uppræta þessa menningu og breyta því hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við högum okkur og hvernig við ölum upp börnin okkar til þess að koma í veg fyrir þetta í framtíðinni. Hvað segir þú þetta? Þetta er ekkert smáræði, sko. Nei, það er það ekki. Og ég er eiginlega bara svolítið sammála Silju að ég held að ég hef rosalega mikla trú á
bara því sem að gerast í menntakerfinu til dæmis, varðandi ekki bara stráka heldur líka stelpur, því við erum að sjá það að þessi bylgja sem núna í gangi, hún drifin áfram af ungum konum sem að áhugavert. Já, sem að sjá það einhvern veginn að þær ætla ekki að láta þagga niður sér og það líka að skapa farveg fyrir konur sem eru kannski eldri og búin að bera lengi eitthvað með sér sem þau vilja ekki opna á og ég sé það bara, ég datti nú á Facebook-hóp þar sem konur eru að segja sína sögu og nafngreina og maður sér það að þetta hugrekki sem að þessi kynslóð sem núna kannski í kringum 20, stelpur og konur sem að hafa upplifað erfiða hluti og ætla ekki að þegja yfir því, það að opna einhvern veginn á það að bara þolendur á öllum aldri eru að segja frá sínu og eru að líka þora að nefna nöfn sem að mér finnst bara rosalega stórt. Sem er gríðarlega stórt skref að taka, algjörlega. Og ég einhvern veginn horfi ekki, það búið að tala svo mikið slaufunarmenningu og að núna er ég bara út til okkar kalla og eitthvað þannig en auðvitað þarf að opinbera það að einhverjir í áhrifastöðum eða valdastöðum séu að misnota valdið sitt. Af því ég held að það sé líka bara ákveðið skref í það að hjálpa okkur að hreinsa svolítið til og finna út bara hvernig viljum við feta okkur áfram að þetta drullu erfitt fyrir alla og okkur sem samfélag því við erum rosalega meðvirk og okkur finnst þetta erfitt á bara svolítið mörgum levelum en ég held að þetta sé bara svona erfiðu fæðingatími og út úr þessu komi eitthvað sem miklu betra. Þetta náttúrulega bara vaxtarverki sem við erum í núna, skilurðu, og þú veist, verandi mikið á Twitter og mikið í sambandi við alla þessar feminista og eins og þetta sé einhver klúbbur sem þetta ekki, skiljiði, en það ekki, þú veist, það ekki einhver sameiginlegur vilji okkar að fara að slaufa fólki hérna hist og her, skilurðu. Við vitum alveg að það ekki arðbært og það ekki að fara að skila neinu. Þú getur ekkert bara tekið vandamálið og fært það eitthvað annað. Skilurðu, þá bara kemur annað aftur og annað aftur og annað aftur. Við þurfum að fara í rót vandans og það samfélagið og hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við vorum alin upp og eins og Sindri segir, þessi yngri kynslóð sem bara að lyfta þvílíkt þungu hlassi, þú veist, maður tárast bara, ég hefði aldrei getað gert þetta þegar ég var 20 og það bara 10 ár síðan. Það sem í gangi núna líka að það þetta ákall bara að fólk taki ábyrgð á því sem að það hefur gert. Akkurat. Og ég einhvern veginn var pínu vongóður að einhver af þessum fimmenningum myndi bara stíga fram og bara heyrðu þarna klúðraði ég rækilega, þarna fór ég yfir mörk, þarna var ég í raun að brjóta af mér. Fannst ykkur enginn gera það, raunverulega? Ekki með nógu sterkum orðum einhvern veginn, það var svona ein yfirlýsing eða eitthvað þannig sem kom fram. Já. En það sem var náttúrulega en ég gerðist ekki brotlega við lög eða eitthvað þannig og maður svona, Eftir situr náttúrulega bara fullt af fólki með sárt hjarta, sko. Og það bara þessi spurning, hver tekur þau, hver grípur, bæði gerendur og þolendur. Já, ég meina þá nú kannski líka vert að ræða það hvers vegna við erum ekki ennþá búin að sjá niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu frá ríkisstjórninni eins og okkur var lofað í ársbyrjun 2021. Já, eigum við nógu marga sálfræðinga til þess að taka við? Ég held það. Það fullur vilji hjá sálfræðingum að fara í þetta stóra og verðuga verkefni að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Já. Svo eru félagsráðgjafar til og svo eru prestar til. Já, félagsráðgjafar, prestar, iðjuþjálfar, andlegir þjálfarar, einkaþjálfarar, þú veist, fólk getur leita hvert sem sko og fundið eitthvað sem hentar þeim til þess að komast áfram, sko. Já. Akkurat. Var annað, ég veit þetta tekur yfir nánast allt en... Sko, ef við erum að horfa á Akureyri, þá var ég ótrúlega spenntur við fréttunum heilsugæsluna og Sunnuhlíð. Loksins á að fara að gera eitthvað við Sunnuhlíð. Já, mér fannst það mjög stór frétt svona fyrir bara þorpið og samfélagið hérna í bænum að þetta náttúrulega búið að vera það er búið að vera pínu líf þarna undanfarin ár, meira en hefur verið, en samt svona pínu draugagangur einhvern veginn yfir þessu og maður svona fer í Sunnuhlíð og bara, það tveir að verið hérna. Já. En þetta held ég að vera mjög flott fyrir samfélagið í þorpinu. Já, og jafnvel bara alla Akureyringa. Já, ég held að það sé líka bara flott að vera að færa hlutina aðeins úr miðbænum. Þú veist, við erum dálítið miðbæjar miðuð, svona. Og kannski að endurvekja bara gamlar búðir, svona litlar. Já, bara svona litla hverfissjoppur. Maður saknar þess, svolítið frá Akureyri. Já, nákvæmlega. Já.
En svona bara að lokum, hvernig verður helgin hjá ykkur? Hvað á dagskrá? Nú það fréttirnar frá ykkur. Já, það verður rólegt. Ég verð í upptökum og klippivinnu fyrir helgistund sunnudagsins. Það bara... Og hvað heitir nú orðið? Hver hugvekjan? Þetta Jesú breyti vatn í vín. Það bara alvöru saga, sko. Já, en spennandi. Að gera ræða það á sunnudegi. Ég veit það. Heiðu, hvað nærmar í þetta streymi? Þetta verður á flestum kirkjunum hérna á Eyjafjarðarsvæðinu, Glerárkirkja og Laufás og Dalvík og Eyjafjörður. Við erum bara sameiginlega að vinna þessu núna, samnýta kraftana. En þetta ekki glóbalt? Getur ekki hver sem hort á þetta? Jú, svo lengi sem fólk skilur íslensku, þá það bara... Þú ert ekki fann í að texta þetta? Nei. Það kemur að því. Það fer að verða eftirspurn. En þú, ætlar þú að vera í einhverju? Herru, það verður bara róleg helgi hjá mér. Við fengum KitchenAid-vél í jólagjöf og þá að fara að baka og... Hvaða lit? Þú voru að segja mér það? Svona gráa, svona silfraða gráa. Agalega smart. Það allt öðruvísi deg úr henni. Já, jú. Elskan mín, ha? Þannig að vera snúðar og hotn og ég veit ekki hvað. En gaman. Ég þarf að fá okkur aftur. Mjög flott. Með snúða og smak. Já, nákvæmlega. Heiðu, takk fyrir að þið komið og höldum umræðinu áfram gangandi og lifandi þetta mikilvæga mál sem vorum að ræðum. Bara og góða helgi. Góða helgi. Sjáumst eftir smástund.